Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl og ég ætla að tala hér aðeins í því sem varðar svona tilvöruna og sannleika og raunhæfni. Strákar, þetta að klippa á ljósi hérna svolítið, er það möguleiki? En það byrja því að segja ykkur frá presti sem var staddur í Englandi og var að tala við krakkana eins og gerist. Og til þess að nágast þau betur þá ákvað hann að spyrja það svolítið. Hann segi, hvað er það sem hleypur í grasinu, svolítið brúnt skott og hleypur upp í trén? Og þau horfðu bara á hann. Hvað er það sem hleypur í grasinu, hleypur upp í trén og fer upp í greinarnar? Horfðu bara á hann. Hvað er það sem hleypur í grasinu, með loðið skott, fer upp í trén, upp á greinarnar og fær sér nettu? Einn 5 ára ég veit að ég á að segja Jesús en ég held að síkotni. Og það er nú það sem við erum að glíma við all daga. Hvernig lítum við á raunhæfni tilverunar? Og þá má kannski segja að við höfum ofþjálfað þennan krakka en eiga síður að þá kom þarna. Og við getum snúið þessu við og sagt við höfum sömu kringumstæður. Og þá spyr presturinn, hvað er það sem er lítið hvitt og kringlótt og er út í kofa? Og krakkarnir horfa bara á hann. Hvað er það sem er lítið kringlótt, hvitt og er í svona grasreiðri? Þau horfa bara á hann. Hvað er það sem er lítið hvitt, er í grasreiðri og segir svona gagg? Og þá segir lítill, ég veit að ég á að segja egg en ég held að sé hæna. Það er að segja hvort koma undan eggið eða hænan og það er það sem skólakerfið allt þjálfar okkur í að alltaf að sjá eggið en ekki hænuna. Þannig að við getum leikið okkur með þessar hugmyndir en skulum sjá og kemur þetta svona og þetta er það sem við eigum að sjá þráttur okkur þjálfin. Þetta er spurning umhverfi og erfðir og annars því svoleiðis. En eiga síður, hvað er það sem við þurfum að takast á við, hvernig lítum við á tilveruna, hvernig vinnum við úr því sem við höfum, hvað er raunhæfni og hvað er sannleikur og hvaða mælikvarða höfum við. Og þá segir hérna, þegar við veltum þessu fyrir okkur, að Jesús sagði við þá, þá gyðinga sem höfðu tekið trú á hann, ef þér farið eftir því sem ég segi, eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan. Og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Og í Jóhannes 17:17, helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Svo við erum að glíma við þetta hérna, að við erum í okkar eigin helgidómi og lítum út á tilvöruna, út gler reynslunar og við sjáum tilvöruna í mismunandi ljósi. Og eftir því sem eldust, því fleiri litbrigði verði í glugganum, í glerinu. Og það sér engin tveir eins. Við höfum eitt tilvik, 2 áhrendur og við höfum 2 skýrslur. Það sér engin hlutina eins. Við höfum 1 mál, við höfum 3 lögfræðinga og við höfum 5 álit. Við þurfum líka að glíma á svoleiðislega. En þetta er það sem við þurfum að horfast í auga við og þá segjum við hvað er sannleikur, hvernig vinnum við úr þessu.
og Kristus segir sjálfur, orð þitt sannleikur. Það þýðir það að það sem ekki orð Guðs ekki sannleikur. Þannig að ef við viljum takast á við sannleikan, þá tökum við á orði Guðs. Og við ég ætla að taka þetta svona, það að segja ritningin, orð sannleikans. Það tvíþætt. Í fyrsta lagi það sem varðar okkar sáluhjálp og í öðru lagi það sem varðar annað en okkur til hjálpar. Það eru atriði í ritningunni sem segja þú þarft þetta til þess að öðlast frið og sannleikan og frelsi. Það trúin á Jesú Krist. Og það ítrekkað í Ópenbókinu og víðar, við þekkjum þetta. En svo eru aðri þættir sem eru okkur til hjálpar. Og það eru þessi, ég ætla að segja, 5 spádómstímabili í Gamla testamentinu. Það eru 5 megin spádómstímabil og það eru 5 megin spurningar sem maðurinn hefur ætíð spurt. Hver ég? Hvaðan kem ég? Hvert stefni ég? Hvers vegna eru hlutirnir í þessum heimi eins og þeir eru? Og einhver lausn á þeim málum? Og sannleikurinn gengur út á að svara þessu. Og ritningin, hún gefur okkur 5 punkta til þess að styðjast við. Og svo margt í kringu það. En það sem ritningin segir okkur hérna, að Guð, hann hefur með okkur umsjón og hann segir hérna að hann gerir ekkert án þess að hann láti okkur vita, að þjóna sína vita. Þið sjáu það í Amos 3:7. Þar sem hann segir það, ég mun láta ykkur vita hvernig hlutirnir verða, þannig að það kemur ykkur ekkert á óvart. Og við skulum líta á fyrsta spádómstímabilið og það með Enok og það endar með Nóa. Það að segja, Guð hefur spámann í upphafi tímabils, hann hefur það sem gerast mun og hann hefur spámann sem segir það komið. Nú, Enok, hann gekk með Guði og hann sagði það verður eitthvað og Metúsala, sonur hans, það þýðir að þegar hann deyr, Metúsala deyr, þá mun það koma og þeir vissu ekki hvað það var, en það felst í nafninu Metúsala. Og Nói, hann kemur á sjónarsviðið og segir þegar Metúsala deyr, þá mun flóðið koma. Nói útskýrir nánar hvað gerast mun. Og við vitum að þetta gerðist. Og það ekki einasta það, heldur sem Metúsala dó, á sama tíma þá kom flóðið. Hann var 969 ára. Nói predikaði 120 ár. Og ég ætla að benda ykkur hér í Matteus 24, 30. Þar segir Kristur sjálfur, og þeir vissu eigi fyrr en flóðið kom og hreif þá alla burtu. Hann hreif þá alla burtu. Þetta ekki sú himnahrifning sem talaður meðal vakningakirknanna. Þeir voru hrifnir burtu og í Esekíel 39:17 og áfram þá sjáum við að þeir sem hrifnir burtu eru þeir sem fara í aðra upprisu, ekki fyrir upprisu. Og það segir hérna í Ópenbókinni, sjáum við hérna 19:17, þegar sagt hann hrópaði til allra fugla, komið safnið saman til himna hina miklu kvöldmátiða Guðs, að etavald konunga og svo framvegis. Þetta bein tilvitnun í Esekíel 39:17, sem segir að ef þú ekki ert Guðs megin, þá munt þú ekki lifa.
Og boðskapurinn þarna var að þið munu ekki lifa ef þið gefist ekki Guði. Og afleiðingarnar voru þessar. Nú, spádómstímabil númer 2. Það frá því að Abraham uppi. Það sé hérna, svona. Þá bara snúum við tilbaka. Það ekki vandamál. Það að segja að við þekkjum með Abraham. Hann kallaður til hins fyrirheitna lands. Og hann útlendingur í sínu landi. Og hann fer frá Haram til Kananslands 1875. Og þá byrja hinn svokölluðu 430 ár í útlegða tímanum. Árið 1845, 30 árum seinna, Ísak þá 5 ára. Það var vaninn að börn væri höfðu á brjóstið fram að þessum tíma, að þá hæðist Ísmael og Hagar að Ísak. Og þá hefst tímabil 400 áranna ánauðarinnar vegna þess að þá ræðst Egyptin, Hagar og Ísmael á Ísrael, táknrænt. Þarna hefst tímabilið. Og á þessu tímabili verður líður Guðs útlendingar í landinu. Og í Móse kemur svo sem spámaður. Hósea segir Móse var spámaður. Þá kemur spámaðurinn á móti og hann tekur Egyptalandi, hann tekur Ísrael og leiðir út úr ánauðinni. Og í annarri Mósebók, 1243 held ég að sé, þá segir á nákvæmlega sama degi og 430 árin liðum, þá fóru þau út frá Egyptalandi. Þannig þetta var mjög nákvæmt. Það að segja Abraham spámaður öðrum megin, síðan það sem gerist og svo kemur Móse og spámaður á hinum endanum. Og hann tilgreinir nánar hvað að gerast. Og þetta það sem ritningin að segja okkur. Það er alltaf hönd Guðs í öllu því sem verið að gera. Nú, þriðja spádómstímabilið, það tímabil ánauðar í Babylon. Og það saman bæði Jesaja og Jeremía. Þeir vara fólkið við. Fylgið Guði, gerið það sem þið vitið að það rétt og þá munið þið lifa. Ef við óhlýðnist, þá munið þið deyja. Það óhjákvæmilegt. Og í Jesaja 44:28, þetta það sem menn hafa sagt að það sé bara 2 Jesajar, af því að það ekki hægt fyrir Jesaja að tilgreina Kýrus, en þá segir hann, það segja Jakve, sá sem segi Kýrus, hann hirðir minn, hann skal framkvæma allan vilja minn og segja Jerúsalem, hún skal endurreist verða og mustverið grundvallað að nýju. Og svo segir í Jesaja 45, ég mun ganga á undan þér og jafna hólana. Ég mun brjóta eirhliðin og mölva járnslátnar. Svo að þú kannist við að það ég, Drottinn, sem kalla þig með nafni þínu, ég Ísraels Guð. Hér herleiðingin, 70 ár í Babylon, frá 605, þegar Daniel tekinn herfangi. Og það svo þegar Daniel kemur, það Esekíel, það fleiri minnismámrindir sem að uppi á þessum tíma. Þeir segja það verða 70 ár og þá munu losna úr herleiðinginni
og við minnum í 9. kafla Danielsbókar, þá fer Daniel með bæn og minni Guð á, þetta nú tíminn að koma, 70 árin eru svo gott sem liðin. Og herleiðingin, henni líkur kringu 536. 530 menn svolítið flottandi af þeir 605, þá 535. Daríus fyrsti menntakonungur þarna á þessum tíma. Og það svo aftur, hvernig Guð tekst á við Babylon, þá segir hann, og allt þetta land skal verða að rúst og auðn, og þessa þjóðir skulu þjóna Babel konungi 70 ár, en þessa 70 ár eru liðin, mun ég refsa Babel konungi og þessari þjóð, segir drottinn Jahve, fyrir miðskjör þeirra og landi Kaldea og gera það að eilífri auðn. Og við þekkjum það að það eilíf auðn á þessum stað. Fjórða tímabilið, þá voru komin inn í svolítið þéttara. Og hér Daniel á ferðinni. Daniel fær vetrun og þetta tvískipt og það 8. kaplinn, 13. og 14. vers í Daniel og 9. kaplinn og 23. til 27. vers eitthvað svoleiðis. Já. Og kemur þetta svona. Og við förum strax í 9. kaplan í Daniel og þar tilgreint að 490 ár skuli frátekin Ísraels þjóð og þau frátekin af því tímabili sem nefnd eru og tilgreint í 8. kaplanum. En það segir að frá því að boðið endurreisn Jerúsalem gengur út þar til helgidómurinn verður komin í samt lag, verður 2300 kvöld og morgun. Í 9. kaplanum 12 árum seinna kemur Gabriel til Daniels og segir, ég ætla að skýra nána fyrir þér hvað þetta þýðir sem ég sagði þér áður. Af þessum 2300 kvöld og morgni, þá eru 70 vikur eða 490 ár tekin frá, klippt af fyrir þjóð þína. Eftir það mun hún ekki verða lengur útvalin þjóð Guðs. Og við sjáum, ef við hlaupum inn í þetta, að frá því að boðið gengur út 457, Esra fer og byggir upp og gefur út boð og hann mun hafa gert það á friðþægingardeginum 457. Þá líða 490 ár til 34 eftir Krist, en þá Stefán Grýttur. Eftir 483 ár, þá mun Messias prinsinn koma fram. Og hér reynir á, vegna þess að hér vilja menn meina að hér sé átt við Antiochus Epiphanes IV sem Grikkja konungur. Og þar með þetta ekki spádómur endalok Ísrael. Og þar með Ísrael ennþá útvalin þjóð Guðs. Með því að taka 457 sem þungamiðju, og þetta staðfest bæði út frá hebreskum heimildum, egypskum heimildum og persneskum heimildum. Þannig að 457 afgerandi ártal. Og það ekki bara okkar kirkja sem heldur því fram. En svo vilja menn misjafnlega taka mark á því vegna þess að ef þú tekur 444 þegar Nehemía var, þá getur mögulega með útreikningi komist til 1948 þegar Ísraels ríki stofnað. En þá reikna menn aftur á bak.
En 457 afgerandi ártal sem keyrir á þetta alveg absolutt. Og við sjáum það að þegar Messias og Jesús kemur Messias árið 27 eftir Krist, þá hann skírður, þá hann í 3,5 ár starfandi. Það þessi eina vika, það helmingurinn einni viku sem talaður og síðan 3,5 ár þar til Stefánu grýttur. Þar með lýkur tímabili gyðinga. Og það Daniel sem talar og Jesús kemur og Jóhannes skírari, hann á hinum að segir, sjáu, Jesús kominn, sjá, lamb Guðs hafi komið. Þannig að hér uppfylling spádómsins. En þetta spádómur sem menn eiga mjög erfitt með að meðtaka vegna þess að það rústar hugmyndafræði gyðinga og þeirra tilurð í dag. Þannig að þetta ekki lítið mál sem við erum að takast á við hérna. Nú, 5. spádómstímabil og það síðasta, þá fer að koma heimarann hjá okkur. Og það enn og aftur Daniel og það 8. kaflinn. Og þar sýnir framvindu sögunar 2300 kvöld og morgun. Þar til helgidómurinn verður kominn og settur í samt lag eða réttlættur. Þetta hugtak sem notað sem ekki vel þekkt annars en menn segja, það að hann verður farinn að, ef við segjum á okkar máli, hann ekki beint að fungera, en hann verður kominn á þann stað sem hann á að vera. Og hinum megin 1844. Og það spámaður, það spámaður að samaskapi sem tekur við spádómnum frá Daniel og þeim megin og segir, nú komin uppfyllingin. Og það hvað sem okkur leika betur verð, þá okkar kirkja stofnuð út frá þessari hreyfingu. Og Ellen White, hún talsmaður Guðs, sem segir, nú tíminn kominn. Hér lýkur 5. tímabili spádómsins og þið sjáu það í Ópenarbókinni 10. kafla og 7. vers eða svo. Þar segir, það verður engin frekari tími gefinn. Og það ekki það með sagt að tímanum sé lokið, heldur að spádómstímanum lokið. Það verða engin fleiri svona stór tímabil. Við erum á loka tímabilinu. Og það sem fyrir liggur, þið getið séð það í upphafi 11. kafla Opinberabókarinnar, það þrennt sem liggur fyrir, sem engillinn segir Jóhannesi, en átt þú eftir að kenna meira, hann segir, það helgidómurinn, það altarið, og þeir sem þar tilbiðja. Þetta átt þú að mæla. Það að segja, áherslan á helgidómsþjónustunni. Það sem Kristur að gera á himni í dag. Það fórnardauði Jesú Krist. Áherslan á það að maðurinn lifir ekki sjálfur, hann háður fórnardauða Jesú Krist. Og það Jesú Kristus sem fyrirgefur syndir og hann einn. En þetta mál sem tekist á í dag. Og síðast en ekki síst, réttlæting fyrir trú. Og það ef þið sjáu það í 12. kafla Opinberabókarinnar, 14:12, þá sjáu þeir sem hafa þá trú sem Jesú hafði. Hinir síðustu, þeir sem hafa boð Guðs og þá trú sem Jesú hafði. Ekki trúna á Jesú, heldur þá trú sem Jesú hafði.
Það er munur á því. Þannig að við þurfum að sjá það að við sem kirkja stundum er gaman að vera til. Við sem kirkja, við gegnum ákveðnu hlutverki og þá spyrjum við okkur í dag með sannleikan. Hvað er það sem er sannleikur? Hvað er það sem við erum að takast á við? Guð er búinn að gefa okkur beinagrind í 5 þáttum og hann er búinn að sýna okkur að við erum á síðasta þrepinu. Og þá segir hérna, ég tók hérna úr opnu bókinni hérna, að það er engin frestur frekar gefinn. Svo að ef við lítum á hlutina eins og gerast í dag, þá er þetta hér. „31. október 1916, Lundur, Svíþjóð. Þar komu þeir saman í sameiginlegri athöfn, ekki messu, því að messa meðal katólska felur í sér áblátur og allt það í sakramenti, heldur sameiginleg athöfn katólsku kirkjunar og lúterska heimssambandsins. Og það ár markaði upphaf svo kallaðs fagnaðarárs katólsku siðbótarinnar sem katólskan ætlaði að taka þátt í líka. Þetta er upphaf svo kallaðs fagnaðarárs og þarna komu þeir saman í Lundi og þarna er fulltrúi katólsku kirkjunar, Kurt Koch. Þarna er Monib Yunan sem er yfir lúterska heimssambandinu. Hann er prestur kirkjunar í Jórdaníu. Þarna er Francis Pái. Þarna er Martin Junge. Hann kemur frá Suður Ameríku og er aðalritari lúterska heimssambandsins. Og svo er það Antje Jakkelsen og hún er yfir öllu, hún er biskup sænsku kirkjunar. Og það var skrifað undir samkomulag þess efnis að kirkjurnar skyldu sameinast. Og það er í sýnilegri einingu. Og það myndi ekki gera strax, en þeir segja að það verður ekki aftur snúið þegar þetta skrif hefur verið tekið. Og það var svo skrifað undir og þeir fögnuðu vel og innilega og það má geta þess að Páfinn er jesúíti og jesúítar voru stofnaðir á sama tíma og Lúther barðist gegn kirkjunni, Loyola, og hann stofnaði jesúítina til höfuð siðbótinni. Þannig að það er jesúíti sem skrifar undir samkomulagið og það samkomulag felur í sig ýmsa þætti. Sterkasti þátturinn í þessu er að lúterska heimssambandið viðurkennir að Lúther hafi ekki skilið til fulls eðli hinnar katólsku guðfræði. Og það má segja að hann hafi ekki gert það á fyrstum stigum mótmælana, að hann vildi þá endur nýja kirkjuna eða reformerana, eins og talaður en á seinni stigum þá var hann andhverfu kirkjunni og talaði páfann sem vinnandi verk andkrists. Og það var mjög víðtækt meðal mótmælenda að líta á katólsku kirkjuna sem fulltrúa andkrists á jörðu. Og þessu til staðfestingar skrifaði Lúther 1537, gerði úttekt á kenningum mótmælenda sem kennt við Smalkald. En hann átti að koma til bæjar Smalkald í Þýskalandi en komst ekki vegna nýrnasteina. Og þeir fóru ekki með hans samantekt í gegn, heldur það sem Melanchthon gerði, en það er annar mál.
En lúterska kirkjan samþykkir og hefur þegar samþykkt að Lúther hafi ekki skilið til fulls hina eiginlegu katólsku guðfræði. Það segir einnig í þessu sem heitir From Conflict to Communion, sem gefið út frá í Leipzig 2013, maður getur sagt frá barningi til bræðralags, að það og lúterska heimssambandi samþykkir að hlutverk prestana, það feli í það sé hlutverk prestana að bera út í góða orð, annast sakramentin og fyrirgefa syndir. Þetta þrennt. Og þetta undirskrifað þarna á þessum tíma. Þannig að það eru breytingar sem við erum að takast á við í dag. Og þetta framhald af 5. spádómstímabilinu sem við erum að lifa núna í dag. Og við skulum muna það sem Móse sagði við fólkið þegar hann var að kveðja það. Hann segir bara einfaldlega, gæti þess að breyta eins og Drottinn Guð yðar hefur boðið yður. Víkið ekki frá því, hvorki til hægri né vinstri. Gangið þann veg einan sem Drottinn Guð ykkar hefur bent ykkur á, svo þið lifið og ykkur vegni vel og þið verðir langlif í landinu sem þið munu taka til eignar. Það að segja, enn og aftur, lítið hvorki til hægri til vinstri, sannleikurinn mun gera ykkur frjáls. Það sannleikurinn, það orð Guðs sem veitir ykkur frelsi, annað veitir ykkur ekki frelsi. Og þetta það sem við þurfum að glíma við í dag. Skulum sjá. Þarna kemur. Og í lokin þetta að þegar við erum að glíma við raunveruleikan, sannleikan, hvað satt, hvað rétt, hvernig getið metið hvað rétt, þá orð Guðs það sem við þurfum að leita til, en við þurfum að sjálfsögðu að beita skynseminni og við verðum að segja það sé íkorni þó svo að við vitum að við eigum að segja að það sé Jesús. Það bara þannig. Þetta alltaf spurning það, við verðum að beita rökhugsun en við verðum að hafa grundvöll fyrir þeirri rökhugsun. Og það sem hann segir hérna, nú hef ég sagt yður, það áður en það verður, svo þið trúið því, þegar það verður. Og hér munur á þessu og völvuspáni, vegna þess að völvuspáin segir, ég skal segja ykkur hvað gerist fyrirfram. Þannig að þið getið vitið svo nokkurn veginn á hverju þið eigið von. Það ekki það sem Guð að segja okkur. Ég mun segja ykkur þetta, en þið munu sjá það þegar það gerist. Og þegar þið sjáið að það gerist, þá mun það styrkja ykkur í trúnni á því sem að gerast. Og það að fara að lesa fram í framtíðina og fá fasta punta á félagslegum grunni eða hvað sem það falskt öryggi og það eða eins og Lúther blessaði sagði sjálfur að þið skuli leita til þessara spásagna manna og kellinga og reyna að fá eitthvað öryggi í staðis að fela ykkur algjörlega í faðm Jesú Krist og trúna eina. Og það það sem við erum að gera, það það sem við þurfum að gera sem kirkja og leggja áherslu á. Og megi Guð hjálpa okkur í því og styrkja okkur vegna þess að það tilgangur okkar með veru hér á jörðu að elska Guð og virða náungan eins og okkur sjálf. Takk ykkur fyrir.